Ásdís Ósk í Húsaskjölu fasteignasölu. Það oft erfitt að ákveða í hvaða röð á að skipta húsnæði, á að selja fyrst eða á að kaupa fyrst. Á hröðum markaði eins og við erum núna verður erfiðara að kaupa með fyrirvarandi sölu. Ef það fleiri en einn kaupandi að bjóða eignina, þá fer sá sem eftir að selja yfirleitt neðst í bunkann. Ein leið til að tryggja sér eign ef þú átt eftir að selja einfaldlega að vera með hæsta boðið. Það þýðir að þú þarft kannski að vera hálfri til 1,5 milljón yfir þann sem ekki með fyrirvarandi sölu. Þú einnig skemmri tíma til að selja og það oft gert í stressi. Stundum næst ekki að klára seljan frestsins og þá þarf að kanna með framlengingu eða þú missir hreinlega af draumaeigninni. Þegar stuttur eftir fresti þá getur verið freistandi að taka lægra tilboð en þú lagðir upp með til þess að loka keðjunni og tryggja drauma húsnæði. Fólk ætti yfirlega að slá 1 til 2 milljón af eigninni sinni til að klára málið. Allt í einu 2 til 3 milljónir sem hefði kannski ekki þurft að gefa eftir. Þetta duldi kostnaður við öryggisnetið, að kaupa og selja svo. Þegar það sem við erum að ráðleggja okkar viðskiptavinum í dag að selja fyrst og kaupa svo. Þá veistu hvað þú hefur í höndunum, þú veist græðsluflæðið og þú ert alltaf miklu betri kaupandi en sá sem á eftir að selja. Þegar þú selur fyrst, þá getur þú gefið tíma til að undirbúa eignina sem eykur líkurnar á hærra verði. Fyrir þann sem vill alls ekki selja fyrst, heldur kaupa svo, þá mælum við með forsölupakkann sem við erum að bjóða öllum upp á. Þá eignin undirbúin, hún tilbúin og eina sem eftir að gera að setja á netið sem við gerum leið útkomið samþykkt tilboð. Ef þú ert spurningar eða vilt vita meira fasteignamarkaðinn, heyrðu þá í ykkur í Húsaskjóli. Hlökkum til að heyra frá þér.